Komið sæl, ég býð ykkur velkomin á 232. fundi sveitarstjórn Dalabyggðar. Hann samkvæmt venju haldinn hér í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Ég vil bjóða Alexandru Rut Jónsdóttur velkomna á sinn fyrsta sveitarstjórnarfund í sveitarstjórn Dalabyggðar. Á veggnum hérna á bakvið mig eru listaverk eftir nemendur í 7. og 7. bekk Laugaskóla. En eins og stendur hér, þeir fengu stutta kynningu á listamanninum Jackson Pollock og list hans. Þeir unnu verk með action painting og meðan það þornaði teiknuðu nemendur táknað uppástæði sína í hvarfpunkti og klipptu út og límdu á málverkið. Þetta eru verkin sem eru hér í bakgrunni á sveitarstjórnarfundi í dag. Áður en göngum til auglýstar dagskrár þá er lagt til að mál nr. 23-01-010 fundur Sorpurðunar Vesturlands 2023 verið tekið á dagskrá og verið dagskrárliður 22 og aðrir liðir færist til hliðar samkvæmt því. Þessum er samþykkt því gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Og þá er fyrsta mál á dagskrá, það er fyrri umræðu ársreikning Dalabyggðar 2022. En á fundi byggðarráðs sem var haldinn hér fyrir í dag fór Sigurjón Arnarsson, endurskoðandi sveitarfélagsins, yfir ársreikning og drög að endurskoðunarbók. Og byggðarráð hefur staðfest reikninginn og vísað honum til sveitarstjórnar og hann er hér til fyrri umræðu. En svona grunnstef úr þarna niðurstaða úr ársreikningi Dalabyggðar 2022 er á þessa vegu. Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2022 námu 1153,7 milljónum króna samkvæmt ársreikningi fyrir A- og B-hluta. En þar af námu rekstrartekjur A-hluta 925,1 milljón króna. Álagningarhlutfall útsvars var 14,52% sem er lögbundið hámark. Álagningarhlutfall fasteignaskatts nam 0,5% í A-flokki sem er lögbundið hámark. Í B-flokki nam álagningarhlutfallið 1,32% sem er lögbundið hlutfall. Í C-flokki nam álagningarhlutfallið 1,50% sem er lögbundið hámark. En lögbundið hámark þess er 1,32%. Sveitarstjórnar hafa heimild til að hækka álagningarhlutfall í A- og C-flokki allt að 25% umfram framangreind hámark. Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta var neikvæð 13 milljónir en rekstrarniðurstaða A-hluta var jákvæð 35,2 milljónir króna samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé sveitarfélagsins í árslok 2022 nam 901,9 milljónir króna samkvæmt efnahagsreikningi en eigið fé A-hluta nam 844,7 milljónir króna. Orðið er laust ársreikning ef einhver vill taka til máls. Það kveður sér engin ljós. Þá gerir þið bara tillögu minna að við vísum ársreikningi til annar umræðu sveitarstjórn sem verður þá 13. apríl næstkomandi, þessum samþykki því gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 2, það er endurskoðun aðalskipulagi Dalabyggðar. En þetta er mál sem var frestað hér á síðasta fundi því að umhverfis- og skipulagsnefnd óskaði eftir að fá fjalla málið og það hefur fengið afgreiðslu í umhverfis- og skipulagsnefnd og ég finna hérna rétta blaðið. Það liggur hér fyrir í raun og bara drög að bókun varðandi aðalskipulagið sem er svo hljóðandi. Sveitarstjórn hefur farið yfir framlögð gögn og samþykkin með vísan í 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010 framlaga tillögu að nýju aðalskipulagi Dalabyggðar með þeim lagfæringum sem lýst í minnisblaði umhverfis- og skipulagsnefndu unnu að verkís. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að senda skipulagsstofnun aðalskipulagi til staðfestingar í samræmi við 2. málsgrein 32. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Jafnframt felur sveitarstjóra að senda öllum þeim aðilum athugasemdir gerðu, afgreiðslu og umsögn sveitarstjórnar athugasemdir og auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar. Orðið er laust aðalskipulag Dalabyggðar, einhver sem vill taka til máls. Það biður enginn orðið, þess sem eru samþykkir þessari bókun sem ég las hér upp áðan, gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 3, það eru íþróttamannvirki í Búðardal og ég reikna með að sveitarstjóri ætla að koma hér upp og gera grein fyrir stöðu mála. Oddviti og ágæta sveitarstjórn, aðrir tilheyrendur. Á
35. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað. Samkvæmt sérfræðiáliti verður skuldastaða vegna framkvæmda við íþróttamannvirki undir skuldaviðmiðum sveitarfélaga. Sveitarstjóra og formanni byggðarráðs falið að ganga frá samningum við Eikt e.h.f. miðað við tilboð dagsett 22. febrúar 2023 að upphæð krónum 1.199.390.735. Þetta er stór tala í samhengi reksturs Dalabyggðar og okkar ábyrgð sem að höldum utan fjármál sveitarfélagsins, sveitarstjórnar og okkar sem störfum við daglega starfsemi Dalabyggðar. Gríðarlega stór tala og mikil ábyrgð sem felst í því að taka ákvörðun sem þessa. En ég tel að Dalabyggð hafi fulla burði til að fara í þessa framkvæmd. Sérfræðiálit sem var unnið fyrir sveitarstjórn og liggur til grundvallar sýnir það glögglega. Rekstur Dalabyggðar hefur verið mjög styrkur undanfarin ár og eins og oddviti kynnti hér áðan afkoma síðast ársins 2022 þó að rekstrarniðurstaða A- og B-hluta hafi verið neikvæð rúmar 12 milljónir eða rétt 13 milljónir, að þá er rekstur A-hlutans mjög styrkur og skuldaviðmiðið núverandi eða skuldahlutfallið núverandi mjög lágt í öllum samanburði. Þannig að ég held að við getum gengið keik til þessa verkefnis. Maður spyr sig líka þeirra spurningar sem við höfum rætt hér, hvað kostar að Dalabyggð að gera þetta ekki? Við þurfum að styrkja og efla okkar innviði og stór þáttur í að búa til sterka innviði er að hafa hér ásættanlega aðstöðu til íþróttaiðkunar fyrir bæði ungmenni sem í Dalabyggð búa og okkur sem eldri eru, og síðan gefur þetta okkur líka tækifæri til að laða til okkar ferðafólk og láta það stoppa í Búðardal í tengslum þá við sundlaugamannvirkin. Þannig að þetta er gríðarlega spennandi verkefni og eins og hér hefur komið fram, við erum búin að gera og erum með tilboð frá Eikt e.h.f. Verkið frá A til Ö. Það eru viðræður í gangi við lánastofnanir, þannig að formleg undirskrift verður að því samtali formlega loknu. Vonandi verður það bara á allra næstu dögum sem það næst lending í það samtal, þó svo að undirskrift verði, við finnum einhvern viðeigandi dag til þess að ganga formlega frá undirskrift. Þannig að óbreyttu er stefnt að því að fyrsta skóflustunga verði tekin hér á síðasta vetrardag, upphafi jörfagleðinnar okkar. Þannig að við gerum það með viðeigandi hætti og munum kynna þann atburð fyrir íbúum Dalabyggðar með viðeigandi hætti. Þannig að það eru spennandi tímar framundan. Og stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga er með okkar umsókn til umfjöllunar núna bara þessa stundina. Þannig að það verður vonandi einhver tíðindi af þeim fundi fyrir en seinna. Nú síðan þetta er eitt varðandi uppbyggingu íþróttamannvirkja, hitt er að við þurfum að fara yfir varðandi skipulagsmál til að hafa byggingarreitin réttan og annað slíkt, og umhverfis- og skipulagsnefnd fjallaði akkúrat þetta mál á sínum síðasta fundi nummer 135, þar sem að nefndin bókaði svohljóðandi varðandi skipulagsmál Þá bókaði nefndin forhönnun íþróttamiðstöðvar í Búðardal lögð fyrir ásamt breytingu sem gera þarf á deiluskipulagi íþrótta- og skólasvæðis. Tekið var fyrir minnisblað Verkís dags 27. febrúar 2023 vegna málsmeðferðar breyting á deiluskipulagi Auðaskóla og íþróttamiðstöðvar í Búðardal sem tók gildi 23. júlí 2021. Einnig liggja fyrir drög að tillögu að deiluskipulagsbreytingu vegna íþróttamiðstöðvarinnar dags 28. febrúar 2023. Samkvæmt því getur deiluskipulagsbreytingin sem hér ræðir talist óveruleg. Og umhverfis- og skipulagsnefnd bókaði einnig að samþykkt að hefja vinnu við breytingu á deiluskipulaginu og skal málsmeðferð vera samkvæmt annarri málsgrein 43. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Það er að breytingin
á deiliskipulaginu telst óveruleg og skal fara fram grenndarkynning á tillögunni. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að hún samþykki að grenndarkynna breytingar tillöguna. Umsjónarmanni framkvæmda fallið að undirbúa tillöguna fyrir grenndarkynningu. Þessu til viðbótar að hér liggur fyrir bókun umhverfis- og skipulagsnefndar og sveitarstjórn þarf að gera sambærilega bókun sem ég reikna með að oddviti okkar kynni hér. En ég svara spurningum ef einhverjir eru varðandi íþróttamannvirkin og það verkefni í heild sinni. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Garðar. Oddviti, aðri fundamenn, ég vil bara fagna því í hvaða farvegi íþróttahúsið er komið í og vona að þetta gangi sem best hérni frá. Þetta mun vera mikið lyftistöng og ég vil bara þakka þeim sem hafa lagt hönd á plóg frá því í vor þegar við fengum ekki tilboð. Það er búið að leggja mjög hart og mikla vinnu í að málið sé koma á þennan stað. Þannig að þakki skilið. Takk. Takk fyrir þetta, Garðar. Fleiri sem vilja taka til máls. Það biður enginn orðið. Það eru þá hér 2 tillögur sem þurfum að bera upp. Fyrir tillagan er bara sveitarstjórn heimilar sveitarstjóra og formanni byggðarráðs að ganga frá samningu við EKT ehf. með tilboð 22. febrúar síðastliðin að upphæð 1.199.390.735 krónur. Einhver sem vill ræða það tillögu? Skúli. Oddviti, góði fundamenn, það er kannski bara svona rétt að upplýsa þó að þessi tala sé 1,2 milljarðar. Þá skulum við alveg gera okkur grein fyrir því að það á ábyggilegt að bætast eitthvað við varðandi bara að þetta er vísitölutryggt. Þannig við höfum það bara með undir meðöndurinni og þetta gæti hækkað svona 200 milljónir á byggingatímanum. Gott að vita af því bara. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Við erum enginn orðið. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það hin tillögan varðandi íþróttamannvirki sem snýr að skipulagsmálum. Ég er hér bara með drög að bókun sem er svo hljóðandi. Breyting á deiliskipulagi Auðarskóla og íþróttamiðstöðvar í Búðardal. Tekið fyrir minnisblað Verkís dagsett 27. febrúar vegna málsmeðferðar breytingar á deiliskipulagi Auðarskóla og íþróttamiðstöðvar í Búðardal sem tók gildi 23. júlí 2021. Einnig liggja fyrir drög að tillögu að deiliskipulagsbreytingu vegna íþróttamiðstöðvarinnar dagsett 28. febrúar 2023. Samkvæmt því getur deiliskipulagsbreytingin talist óveruleg. Samþykkt að hefja vinnu við breyting á deiliskipulaginu og skal málsmeðferðin vera samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Það er að breytingin á deiliskipulaginu telst óveruleg og skal fara fram grenndarkynning í tillögunni. Sveitarstjórn tekur undir bókun umhverfis- og skipulagsnefndar og samþykkir að grenndarkynna breytingatillöguna. Umsjónarmanni framkvæmda falið að halda utan undirbúning og framkvæmd á grenndarkynningu. Einhver vill ræða þessa bókun? Það biður enginn orðið. Þeir sem eru samþykkir þessari bókun gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næsta mál á dagskrá, það er dagskrárliður 4, það eru fundargerðir stjórnar Bakkahvamms HSS og það er fundargerð stjórnar sem var haldin í síðustu viku þar sem að stjórn Bakkahvamms beinir erindi til Dalabyggðar og ég vil biðja Bjarka sveitarstjórum að kynna það mál. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Eins og oddviti kom inn á þá liggur hér fyrir fundargerð frá stjórn Bakkahvamms HSS frá því 28. febrúar og í þeirri fundargerð er í rauninni erindi til Dalabyggðar sem við þurfum að taka til afgreiðslu hér
og efnislega snýst þetta að Bakkahvammi HSES barst erindi frá Dalasmíði EHF vegna tafa á byggingaframkvæmdum í Bakkahvammi, vegna meðal annars tafa á framkvæmdum við veitu og ástand gatnaframkvæmda á vegum Dalabyggðar, og þá var í erindinu lýst því að veður og frostverkur hefðu sett nokkuð strik í reikningin varðandi vetrarvinnu. Bakkahvammur HSES bókar hér í fundargerð sinni að stofnunin mun í samræmi við 6. grein verksamnings bæta 14 dögum við afningafrest vegna tafa á jarðvegspúða í upphafi verksins. Ásamt því tekið tillit til óveðurs og kuldatíðar og býðst Bakkahvammur til að lengja afhendingafrestin í samræmi við tafir og til og með þá 15. júní næstkomandi. Og það sem snýr að Dalabyggð beint að þá fer Bakkahvammur fram á það við Dalabyggð að Dalasmíði verði greiddar krónur 1.226.280 krónur vegna þess óhagræði sem ofangreindar framkvæmdir á vegum Dalabyggðar ollu og sem voru taldar hér upp að framan. Þessi tala í rauninni niðurstaða af samtali sem átti sér stað fyrir þennan fund í kjölfar þess að fyrsta formlega erindið í rauninni barst frá fulltrúa verktaka Dalasmíði EHF sem hljóðaði upp á mun hærri tölu en hér er lagt til að verði greidd, og í kjölfar þess að þetta fyrra erindi kom þá var í rauninni það erindi yfirfari hér af starfsmönnum Dalabyggðar og farið yfir tímalínu verksins og annað slíkt, og sem leiðir til þessara niðurstöðu hér sem er kynnt. Þannig að tillagan hér til sveitarstjórnar Dalabyggðar að Dalabyggð taki á sig þennan kostnað sem talinn réttlætanlegt að greiða til að í rauninni liðka til fyrir luktum þessa máls, og þannig að allir aðilar máls geti þokkalega við unað. Til viðbótar því að Dalabyggð stígi inn með þessum hætti í rauninni líka til hliðar samkomulag það að Dalabyggð og við starfsmenn Dalabyggðar fundum reglulega með verktaka núna þar sem eftir verktímans, þannig að það verði í það minnsta á 2 vikna fresti verkfundir formlegir þar sem bókaðar verða fundagerðir og farir yfir stöðu framkvæmdarinnar, þannig að við þurfum ekki að standa frammi fyrir svona verkefni í framhaldinu. Þannig að vonandi náum við að klára þetta verkefni þannig að það verði fullbúnar íbúðir til afhendingar fyrir nýja íbúa 15. júní næstkomandi. Ekki veitir okkur af, húsnæðisskorturinn í Búðardal er gríðarlegur og mjög aðkallandi. Hingað vill fólk líka flytja, þannig að við þurfum að liðka til hvað það varðar með öllum tiltækum hætti. En sem sagt tillagan til sveitarstjórnar hvort að hún samþykki það að greiða krónur þessa upphæð 1.226.280 krónur til verktakans, þannig að við ljúkum þessu tiltekna máli. Takk. Takk fyrir þessa framsögu, Bjarki. Orðið laust fundargerð stjórnar Bakkahvamms. Skúli. Oddviti, góði fundarmenn, ég geng út frá því að í lokin þá reynum við að fá þessa 1200.000 krónur tilbaka þegar við seljum íbúðirnar yfir í brák. Og ég vona bara að það náist, þannig að þetta verði ekki hrein útgjöld fyrir Dalabyggð í restina, heldur við að brúa þangað til að salan fer fram. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls. Kveður sér engin ljós. Bjarki. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur.
Jú, einmitt, við þurfum að passa upp á þetta að þegar verður tekið saman heildarkostnaður vegna byggingaframkvæmdanna við þessi nýju mannvirki sem að innan Bakkahvamms HSES verði tekið tillit til þessa og passa þannig upp á að við komum ekki höllum fæti frá þessu Dalabyggð. Það líkt og var gert nú þegar að leigufélagið Brák HSES yfirtók þær eignir sem hafa verið innan samstæðu Bakkahvamms HSES var núna síðustu mánaðamót. Þá var passað upp á akkurat að það sem að Dalabyggð hafði sett inn í það verkefni til þessa var innan þess ramma. Þannig að við þurfum að gæta þess að þetta framlag verði sömuleiðis haft með í því dæmi þegar því uppgjöri kemur. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka til máls. Atkvæði sem engin hljóðs. Þá hér tillaga að Dalabyggð greiði Dalasmíði ehf. 1226.280 krónur. Þeir sem eru samþykkir því, gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá næsta mál á dagskrá, það eru mál sem heitir opinber fjármál og framkvæmdir. Aðdragandan þessu máli í stuttu máli sá að eins og við öll vitum þá mikil verðbólga í landinu og það hefur heyrst af því að nú þurfa að reyna að fara í einhverjar aðgerðir og fjármálaráðherra hefur tjáð sig í fjölmiðlum og síðast í gær þá var í fréttum að Seðlabankastjóri kallaði eftir þjóðarsátt málið. Þess vegna langar mig að lesa hér upp bara drög að bókun sem við getum þá rætt á eftir og tekið til afgreiðslu og hún svo hljóðandi. Verðbólga hefur aukist gríðarlega á undanförnum mánuðum á Íslandi. Vaxtastig hækkar og kostnaðarauki einstaklinga, fyrirtækja og opinberra aðila gríðarlegur í ljósi þessa. Fjármálaráðherra boðar nú aðhald í ríkisrekstri til að draga úr verðbólgu og má búast við víðtækum áhrifum vegna þess. Jafnframt kallar Seðlabankastjóri eftir þjóðarsátt málið. Sveitarstjórn Dalabyggðar lýsir skilningi á þessum viðbrögðum en vill á sama tíma vara við því að boðað aðhald komi niður á opinberum framkvæmdum og verkefnum og köldum svæðum eins og Dalabyggð. Nú þarf að forgangsraða í þágu velsældar og byggðarsjónarmiða og víða eru grunnstoðir eins og vegir, afhendingaröryggi rafmagns, fjarskiptasamband, svo nokkur grunninnviðir sem nefndir, þannig og garði gerðar að ekki má frysta áform og áætlanir þegar kemur að viðhaldi endurbótum á grunni opinberra fjármuna. Einnig vill sveitarstjórn Dalabyggðar beina því til fjármálaráðherra og ríkisstjórnar Íslands að aðgerðir í tollamálum megi ekki draga úr samkeppnishæfni innlends landbúnaðar. Í samtölum við þá þingmenn og ráðherra sem til okkar í Dalabyggð komu í nýliðinni kjördæmaviku þá beindu við þeirri spurningu til þeirra hvort það eigi að framleiða matvæli á Íslandi. Svörin voru öll á einn veg en sú afstaða þarf og verður að sjást í verki hjá þeim sem ábyrgð bera í málaflokknum, þeim sem ræður og stýra rekstrarumhverfinu, þar með talið tollamálum. Frekari tilslakanir í tollum og maturum munu til lengri tíma skaða samkeppnishæfni innlends landbúnaðar en viðhalda neyslu og verðbólgu með óhagstæðum viðskiptajöfnuði við útlönd. Einhvers vill ræða þessa bókun sérstaklega? Hver þessar engin hljóðs, þess sem eru samþykkir en gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næsta mál á dagskrá, það bréf frá eftirlitsnefnd sveitarfélaga með fjármálum sveitarfélaga. Það liggur hér fyrir fundinum bréf frá eftirlitsnefndinni til Dalabyggðar en Dalabyggð á gulu ljósi í einu af viðmiðum eftirlitsnefndar samkvæmt bara þeim reiknireglum sem að eftirlitsnefndin viðhefur í sínu eftirliti. Bjarki. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Líkt og oddviti kom inn á og þá fengum við bréf frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga og í rauninni í ljósi þess að það einn viðmiðunarþáttur í fjárhagsáætlun þess árs sem nú nýhafið 2023 sem að nefndin sér samkvæmt þeim reiknireglum sem að hún vinnur eftir og þeim stöðlum sem settir eru að þá erum við á
gulu ljósið í framleiðarhlutfallinu. Þar miðað við að lágmarksviðmið skuli vera 10,5%, en í áætlun okkar fyrir árið 2023 hér í Dalabyggð erum við með þá tölu í 9,8%. Þannig að munar þarna 0,7% sem að við erum undir því viðmiði. En í öðrum skölum erum við í rauninni vel yfir öllum þeim mörkum sem sett eru. Þannig að hvað þennan þátt varðar þurfum við bara að gefa því gaum að við misstígum okkur ekki í þessum lið frekar en öðrum. En líka bara til áréttingar að þá ber okkur að kynna þessi bréf frá Eftirlitsstofnun opinberlega fyrir sveitarstjórn og íbúum, þannig að þetta verður eitt af fylgikjökunum þessa fundar til upplýsinga. Takk fyrir þessa samantekt að kynningu Bjarki á efni bréfsins. En þetta eins og framkomið máli Bjarka til kynningar hérna. Þurfum ekki að afgreiða þetta neitt formlega. En einhvers vill ræða þetta frekar. Það kveður sér engi hljóðs, þá ætla ég að fara í bara fundargerðir sem þarf að staðfesta. Og það fyrst fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar, fundur númer 135. Þar sem 17 mál voru til dagskrá. Einhvers vill ræða þá fundargerð sérstaklega. Það biður enginn orðið. Þeir sem eru samþykki fundargerðinni gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst fundargerð byggðarráðs, fundur númer 304. Einhvers vill ræða þá fundargerð sérstaklega. Það biður enginn orðið. Þeir sem eru samþykki fundargerðinni gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það fundargerð byggðarráðs, fundur 305. Einhvers vill ræða þá fundargerð sérstaklega. Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem eru samþykki fundargerðinni gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá það fundargerð atvinnumálanefndar, það fundur 35. Einhvers vill ræða þá fundargerð. Garðar. Oddviti, kæru fundamenn, á nýliðnum fundi atvinnumálanefndar fengum við til okkar gesti. Þar á meðal kom Maggi frá Markaðsstofu Vesturlands og fór yfir starf markaðsstofunnar og einnig uppbyggingu á gestastofum og svona hvernig reynslan hefur verið af því og hvernig því hefur verið háttað. Einnig kom til okkar Vilhjálmur Hörður frá KM-þjónustunni og fór yfir rekstur KM-þjónustunnar eftir kaup hans að því fyrirtæki og svona stöðu þess. Einnig skipaði nefndin í starfshóp fyrir uppbyggingu innviða á iðngörðum sem að þið munið sjá meira á næstunni. Þannig að þetta svona verkefni sem er að fara af stað og verður vonandi áberandi og verður vonandi dölunum til heilla. En á atvinnuleysisskrá aðeins einn í Dalabyggð núna. Þannig að við þurfum að spýta í að byggja húsnæði svo fleiri getur flutt og þeir nægja atvinnu. Takk. Takk fyrir þessa kynningu, Garðar. Fleiri sem vilja taka til máls. Það biður enginn orðið. Þeir sem eru samþykki fundargerðinni gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst fundargerð menningarmálanefndar Dalabyggðar, fundur númer 30. Einhvers vill ræða þá fundargerð. Það biður enginn orðið. Þeir sem eru samþykki fundargerðinni gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst fundargerð félagsmálanefndar, það fundur númer 65 og ég skal bara fara aðeins yfir hvað var rætt á fundunum. Þar var rætt félagslegar íbúðir og selja hér eitt hús í því ásamkomulagi sem það í núna og gera hér breytingar sem eru raun og veru bókhaldslegar breytingar á íbúðum, þannig að það séu ferðarrétt í bara bókhaldi Dalabyggðar. Eins og rætt jafnréttisáætlun og svona frekari vinnu við hana sem verður framhaldið núna fram að næsta fundi.
og svo var umræða bara félagsþjónustuna og það samtal sem hefur átt sér stað og samningin við samskiptamiðstöðina. Það bara samtal sem í gangi og við þurfum að ljúka núna á allra næstu vikum og mánuðum. Fleiri sem einhverjir sem vilja ræða fundargerðina að öðru leyti. Það kveður sér engin hljóðs þeir sem eru samþykki fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst fundargerð stjórnar Silfurtúns, það fundur númer 67, dagskrárliður númer 13. Einhvers vill ræða þá fundargerð sérstaklega. Það biður enginn orðið þeir sem eru samþykki fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá það fundargerð fræðslunefndar, það fundur 118. Einhvers vill ræða þá fundargerð. Ingibjörg. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Á síðasta fundi fræðslunefndar voru kynntar niðurstöður úr könnunum sem lagðar voru fyrir núverandi og fyrrverandi nemendur Rauðaskóla og foreldra varðandi framhaldsnám fyrir ungmenni í Dalabyggð. Þar var bæði spurt hvort vilji væri fyrir hendi að nýta ferðir á milli Búðardals og Borgarness ef boðið yrði upp á slíkt. Einnig var spurt almennt hvernig Dalabyggð gæti stutt við baki á ungmennum þegar kemur á framhaldsskólamenntun til að reyna að fá smá hugmyndum hvað nemendur og foreldrar myndu vilja. Algengustu svörin voru að hægt var að bjóða upp á ferðir á milli Búðardals og Borgarness og að tryggja ungmennum og Dalabyggð pláss á heimavistum. Fyrir áhugasama þá eru niðurstöðurnar aðgengilegar á heimasíðu Dalabyggðar með fundargerð fræðslunefndar og mun einnig fylgja fundargerð þessa sveitarstjórnarfundar. Á fræðslunefndarfundinum var jafnframt samþykkt að fela sveitarstjóra og formanni fræðslunefndar að óska eftir fundi með skólameistara Menntaskóla Borgarfjarðar eða MB til að ræða mögulegar útfærslur og samstarfi á milli Dalabyggðar og Menntaskóla Borgarfjarðar. Svörin úr könnunum voru tekin með í farteskið og góðan fund með skólameistara Menntaskóla Borgarfjarðar í gær og nú þegar nokkrir boltar byrjar að rúlla við skipulag á samstarfi. Ég mjög spennt að halda áfram þessari vinnu og mun fræðslunefnd koma afraksturum til skila til foreldra og nemenda eins fljótt og auðið er. Mér langaði líka til að vekja athygli á að það byrjað að skipuleggja tómstundastarf í sumar. Áætlað er að hafa leikjanámskeið fyrir 1. til 7. bekk í 4 vikur í júní, en fyrirkomulagi verður betur kynnt síðar þegar skipulagsstarfi er lokið. Ég og sveitarstjóri við áttum fund með ungmennaráði í gær, þann fyrsta á þessu kjörtímabili. Mér fannst mikill hugur í ungmennunum og mikill áhugi á að leggja sitt af mörkum til að stuðla í ákvæðum framförum í Dalabyggð. Stemt að ungmennaráð muni funda með sveitarstjórn í apríl og ég hlakka persónulega mikið til að heyra frá þeim á þeim fundi. Fleira var það ekki. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, Ingibjörg. Fleiri sem vilja taka til máls. Biður enginn orðið þess sem samþykki fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst fundargerð til kynningar. Það fyrst fundargerð Breiðafjarðarnefndar, fundur númer 211. Einhvers vill ræða hana. Það biður enginn orðið. Þá það fundargerð stjórnar Bakkahvams. Það liggur hér fyrir fundargerð frá fundi stjórnar Bakkahvams. Það raun og veru önnur fundargerð svo sem við fjölluðum hérna fyrr á fundinum, þar sem vorum samþykkja fjárútlát. Þetta fundargerðin á undan þeim fundi. Einhvers vill ræða hana. Það biður enginn orðið. Þá næst dagskrárliður 17. Það fundargerð fundar stjórnar byggðasamlagsstaðla Reykhóla og Stranda brunavarnir. Einhvers vill ræða þá fundargerð. Það biður enginn orðið. Þá það fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það liggja hér fyrir fundargerð stjórnar sambandsins. Einhvers vill ræða þær. Svo ekki. Þá aðalfundarbúið SSVAF. Það liggur fyrir hér fundarbúið aðalfund samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi sem verður haldinn 22. mars næstkomandi á Hótel Hamri. En það Skúli og Ingibjörg sem fulltrúar Dalabyggðar eða fara atkvæðisrétt Dalabyggðar á þeim fundi.
Svo það þá næst dagskrárliður 20, það hér bókun frá stjórn Orkusveitafélaga sem liggur fram til kynningar frá samtökum Orkusveitafélaga sem bara bókun til allra sveitafélaga á Íslandi. Einhvers vill ræða hana. Svo ekki, þá það dagskrárliður 21, það aðalfundur Veiðifélags Laxár í Hvammsveit. Það liggur hér fyrir fundarboð og aðalfund Veiðifélagsins sem verður 17. mars næstkomandi, en Garðar fulltrúi Dalabyggðar á fundurum og Ingibjörg varamaður hans, samkvæmt kjöri á 221. fundi sveitarstjórnar síðasta sumar. Svo dagskrárliður 22, það hér liggur fyrir fundarboð aðalfund Sorpurðunar Vesturlands sem fer fram 22. mars næstkomandi, líkt og margir aðrir aðalfundir á Vesturlandi. Svo dagskrárliður 23, það mál frá Alþingi til umsagnar og það liggur hér fyrir bara til kynningar umsögn Dalabyggðar mál nr. 80/2020 sem þarna samfélagsvegir. Ég vil bara vekja athygli á þessar umsögn og hvet sem flesta þess að kynna sér þessa umsögn og setja sig betur inn í þetta mál. Og þá það síðasti liðurinn á dagskrá, það skýrsla frá sveitarstjóra með að Bjarki komi hér upp og kynni hana. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Fer hér yfir skýrslu mína á milli funda. Hún jafnframt aðgengileg í fundargögnum hér með fundargerðinni eftir að fundi lýkur. Og ég ætla að stikla hér aðeins á stóru og í rauninni byrja á að segja frá því að vinnan við uppgjör á rekstri Dalabyggðar fyrir árið 2022 hefur gengið afar vel og hér á fundinum afgreiddum við ársreikninginn fyrir árið 2022 við fyrrumræðu. Ég vil þakka þeim sem hafa komið að þeirri vinnu á einn eða annan hátt og niðurstaðan á rekstri A-hlutans eins og oddviti kynnti hér áðan í rauninni mjög góð og í raun flestir þættir sem að standast á áætlun sem gerð var fyrir rekstrarárið. Í B-hlutunum það Silfurtún og Dalaveitur sem að skapa þann halla sem raun ber vitni og ber okkur hér sem að hér störfum dagstælega að vinda ofan að þeim halla nú og allra næstu missurum, þannig að við þurfum ekki að láta þennan hala elta okkur mikið lengur. Unnið að gerð formlegra verkferla fyrir byggðarráð og starfsmenn sem unnið skal samkvæmt við gerð viðauka sem gera þarf við gildandi fjárhagsáætlun hverju sinni. Þetta einn þeirra þáttar sem að endurskoðendur Dalabyggðar hafa bent á undanfarin ár í tengslu við endurskoðun hverju sinni og á næsta fundi byggðarráðs munum við kynna tillögu að verkferli sem fylgja skal í tengslu við gerð viðauka hverju sinni. Unnið hefur verið að undirbúningi þess að uppfæra gildandi rekstrarsamninga sem Dalabyggð aðili að og einstaka þætti þeirra í ljósi bókunar byggðarráðs á 305. fundi ráðsins. Hugsunin að baki þeirri yfirferð og uppfærslu að skapa meiri festu í rekstrarumhverfi þeirra aðila sem ræðir þannig að þeim sé gert kleift að gera áætlanir lengra fram í tímann en núverandi samningsumhverfi þeirra býður upp á. Fundir varðandi félagsþjónustu og tengd málefni hafa verið haldnir og ýmis samtöl átt sér stað núna upp á síðkastið. Mín skoðun sú að við í Dalabyggð þurfum að endurhugsa þennan þátt þjónustu okkar og starfsemi með það að leiðarljósi að efla til að mynda forvarnarstarf og styðja betur við samfélagið og skólaumhverfi okkar en gert hefur verið. Að ræða samfélagslega mikilvægt mál og vanda þar til verka í samstarfi við fagaðila. Undirritar hefur meðal annars átt fundi með forsvarsmönnum samskiptastöðvarinnar vegna fyrirgreindra málefna fyrir stuttu og fulltrúar þess fyrirtækis farnir að sinna einstaka málum fyrir Dalabyggð nú þegar. Undirritar satt fund ásamt fulltrúum íbúa með forsvarsmönnum Samkaupa sem reka dagvöruverslun hér í Búðardal. Það ríkt hagsmunamál fyrir okkur í Dalabyggð að verslunarkeðjan hugi að sínu baklandi hér í Dalabyggð til okkar sem erum skattgreiðendur á svæðinu. Ákveðin niðurstaða fékkst á fundinum og verður afar spennandi að sjá efndir þeirra hjá Samkaupum í þeim efnum og bind ég voni við að við munum sjá breytingar til batnaðar á næstu dögum og vikum hvað vöruúrval og framsetningu og ekki síst vöruverð snertir. Svokölluð kjördæmavika var dagana 13. til 17. febrúar síðastliðin.
Fulltrúar Vinstri grænna, Framsóknarflokks og Samfylkingar komu til okkar í Dalabyggð og áttum við fulltrúar sveitarfélagsins góð og gagnleg samtöl við þá alþingismenn og ráðherrar sem mættu til þeirra funda sem haldnir voru. Farið var yfir þau helstu mál sem á okkur brenna og þá innviða uppbyggingu sem nauðsynleg í Dalabyggð og þá helst horft til vegamóla, afhendingaöryggis rafmagns, fjarskiptamál og slíkra þátta. Mun fleira bara góma og vonandi að það fólk sem sá sig fært að koma til okkar í Dalabyggð tali mál okkar með einu með öðrum hætti inn á Alþingi. Nú framhald var á samtali við lögregluna á Vesturlandi vegna löggæslumála í Dalabyggð og tengdra þátta. Næsti formlegi fundurinn fyrirhugaður þann 24. mars næstkomandi og þann sama dag búið að kalla saman almannavarnanefnd Vesturlands til skrafs og ráðagerða og varðandi verkaskiptingu til næstu 4 ára. Nú við ræddum hér fyrir á fundinum stöðu mála varðandi uppbyggingu íþróttamannvirkja og síðan vil ég næst nefna að samþykkt hefur verið að semja við VFSO skyldur og verkefni skipulagsfulltrúa næstu 3-5 mánuði sem og varðandi ráðgjöf hvernig það sé best að málum haldið hvað varðar umgjörð verkefni skipulags og byggingamála í byggðasamlagi því sem við í Dalabyggð erum með í samstarfi við Reykhóla og Strandið. Verkefnið fer af stað á allra næstu dögum. Nú undirritað satt sameiginlega fund sveitarfélaga og annarra hagaðala á Vesturlandi öldrunarmál fyrir stuttu. Umræðuefni var að mestu leyti helgað möguleikum til samþættingar líkt og verið að ræða hér í Dalabyggð í samstarfi sveitarfélagsins Silfurtúns og Heilbrigðisstofnunar Vesturlands og næsti fundur hvað það verkefni varðar á morgun, föstudaginn 10. mars. Nú undirritaður sendi núna í vikunni erindi á Sjúkratryggingar Íslands og afrit á heilbrigðisráðherra alþingismenn í Norðvesturkjördæmis sem sitt í fjárlaganefnd og sveitarstjórn Dalabyggðar þar sem farið var yfir og rakin samskipti við Sjúkratryggingar Íslands vegna þess daggjaldagrunns sem Silfurtún fær greitt daggjöld út frá. Í því ljósi að fram á sumri 2022 var annarkvort ekki metið eða tekið tillit til allra þátta við gerð matsins, þá munar verulega á þeim grunni sem við fáum daggjöld greitt nú eða þess hver raun hjúkrunarþyngd á heimilunum. Það von mín að SÍ, ráðherra og þingmenn taki tillit til aðstæðna og leiðrétti þann grunn sem Silfurtún fær greitt út frá. Rekstrarvandi Silfurtúns viðvarandi því miður og ber okkur skylda til þess að leita allra leiða til að lagfæra þá þætti sem hægt og tekjuliðin einn angi þess. Mikil flóð urðu hér í Dalabyggð þegar mikið vatnsföðu gekk yfir í febrúarmánuði. Skemmdir urðu á vegum og eins á girðingum og túnum. Við höfum nú þegar vakið athygli á þeim áhyggjum okkar að yfirstjórn vegamála láti þann kostnað sem hlaust af þeim bráðaviðgerðum á vegum og ræsum bitna á öðru viðhaldsfé. Það munum við ekki sætt okkur við á neinn hátt og ef svo verður raunin þá verður því mótmælt kröftuglega. Undirritaður fór ásamt vaskri sveit út af laugum í Sælingsdal fyrir skömmu. Erindi var að skoða umhverfi Guðrúnarlaugar og í framhaldinu að setjast yfir umhirðu og umsýslu með lauginni í samstarfi við staðarhaldara. Við erum með í farvatninu undirbúning að því að fara í ákveðnar endurbætur þannig að þessum magnaða stað sé veitt sú virðing sem hann á skilið og að gestir geti komið í heimsókn og notið þessar náttúruperlu sem Guðrúnarlaug Fjölsótt og fundur var haldinn í Nýsköpunarsetrinu að frumkvæði atvinnumálanefndar Dalabyggðar eins og formaður atvinnumálanefndar kom inn á hér áðan. Þessi fundur var haldinn hérna í tengslum við áform uppbyggingu atvinnuhúsnæðis hér í Búðardal og í kjölfarið hefur atvinnumálanefnd skipað hóp til að halda utan næstu skref og hér á ferðinni virkilega spennandi verkefni samfélaginu okkar til heilla. Talandi skipan í starfshópa, þá hefur starfshópur hafið störf til að vinna því ásamt starfsfólki Dalabyggðar að finna söfnunum okkar stað til að geyma muni og koma með tillögur að stöðum til að sýna munin á. Þetta halgildis spretthópur innan gæsalappa sem hér ræður og hópurinn skila tillögum til byggðarráðs innan fárra vikna. Ungmennaráð Dalabyggðar fundaði í gær líkt og formaður fræðslunefndar kom hér inn á fyrir á fundinum og skipti með sér verkum og ræddum þau verkefni sem að ráðinu snúa sem og fund með sveitarstjórn Dalabyggðar. Frekari fréttir munu birtast á heimasíðu okkar á næstu dögum hvað ungmennaráð varðar, hvað varðar verkaskiptingu og annað í þeim dúr. Nú, undirritaður fór ásamt formanni fræðslunefndar Dalabyggðar á fund skólameistara Menntaskóla Borgarfjarðar í kjölfar bókunar og kom formaður fræðslunefndar inn á þetta hér áðan og eins var áhugavert að heyra sjónarmið ungmennina í ungmennaráðinu á fundinum okkar í gær, hvað varðar þeirra sýn á möguleika til þess að dvelja lengur heima og sækja skóla, framhaldsskóla héðan, þannig að það verður gaman að taka það samtal lengra með ungmennaráðinu og við forsvarsmenn Menntaskóla Borgarfjarðar og samtök sveitarfélaga á Vesturlandi varðandi stuðning og styrk hvað akstur varðar, þannig að það eru ýmsir möguleikar
til staðar og mögulega mun þetta kosta Dalabyggð eitthvað en kannski ekki endilega að Dalabyggð þurfi eitt að borga þann brúsa, heldur möguleikar til að sækja í styrki, opinbera styrki þessu verkefni til stuðnings. Nú, svo að það nálgast Jörfagleði og einn af atburðunum sem tengdur þeirri helgi er frumsýning á vodkakúrnum sem vonandi sem fæstir taka alvarlega en sæki leikritið enga síður. Að frumsýningin verður þann 21. apríl næstkomandi. Þannig að það verður spennandi að sjá hvaða aðra dagskrárliði verður boðið upp á í tengslum við Jörfagleðin okkar og er ég viss að það verður skemmtileg helgi eða skemmtilegi dagar hér í Dalabyggð. Og búið að auglýsa eftir umsóknum með styrki í frumkvæðasjóð Dalaðus og umsóknarfrestur nú til 31. mars næstkomandi, nánar tiltekið til klukkan 12 þann dag. Og ég hvet áhugasama til að kynna sér málið inn á slóð sem aðgengileg inn á vef Dalabyggðar. Það voru mörg áhugaverð og spennandi verkefni sem fengu stuðningi í síðustu úthlutun og vonandi verður framhald á nú. Nú og endingu vil ég vekja athygli á þessari örsýningu sem hérna fyrir aftan okkur á fundinum, þar sem frá nemendum í 7. og 7. bekk Auðarskóla listaverk sem þau gerðu og virkilega flott listaverk sem þetta er í önnur sýningin núna í vetur frá þessum hóp, þannig að það eru virkilega upprennandi listamenn hér í Dalabyggð í myndlist sem og öðru. Læt þetta duga að sinni. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Þá er dagskrá fundarins tæmd og við munum nú fara yfir fundargerð og ganga frá henni, en áður en að fundarritari slítur upptöku fundar þá er næsti formlegi fundur sveitarstjórnar 5. 13. apríl.